Sindri, takk fyrir að hitta mig hérna á ykkar heimavelli. Segðu mér kannski til að byrja með, er þetta ekki mjög góður grasvöllur? Já, bara takk fyrir að bjóða mér að koma að hitta. Þetta er mjög góður grasvöllur. Hann hefur átt dálítið erfitt uppdráttar að mér finnst í sumar. Ég hef náttúrulega spilað þetta mörg ár áður. En þetta er náttúrulega bara eitt besti grasvöllur landsins þegar hann er í toppstandi, en mér finnst hann að vera koma allir til núna. Ok. Hver er þín tilfinning? Nú er að verða svo algengt í völlum út all land að bara gervigrasið. Hvar ert þú í þeirri? Ég myndi segja, ég sé hvorugu megin. Ég vil meina að fótbolti eigi að vera spilaðar á grasi fyrst og fremst. Fótbolti á hæsta leveldi heimi spilaðar á grasi. En við erum samt að glíma við erfitt veðurfar hérna við búum í Íslandi. Og svo er maður aðeins viðloðinn. Þú veist, það er svona bæjarstjórnin í Íþrótta- og tómstundaráði og maður er farin að horfa meira í nýtingartölur og fleira, og þessi völlur og þessi grasvellir þeir nýtast mjög illa, þú veist, í tímalega séð. Þú veist, það eru bara meistaralokin sem fá að æfa á þessu og það takmarkað, og svo eru bara meistaralokin sem spila á þessu. Þannig að nýtingin með kostnað er ekki góð. Þannig maður skilur alveg félög að fara í hitt, sko, og þannig að nýta þetta allt árið, en fótbolti á að spila á grasi. Það eru komna lausnir, og núna bara seinast hjá félagi sem ég var hjá seinast. Þeir voru byrjaðir að prófa sig áfram með svona hybridgras sem er 5% gervigras og 95% gras, og það var að virka vel. Já. En segðu mér annað, þú ert náttúrulega bara fæddur og uppalinn hérna í Keflavík, spila með Keflavík, alla yngri flokka væntanlega. Já. En hvað, ferð svo í FH? Já, ég sem sagt ég flytti Keflavík 7 ára gamall. Það er svo heimilislegt að hafa svona græi í bakgrunn. En já, ég flytti Keflavík 7 ára? Ég flytti Keflavík 7 ára frá Vestfjörðum með móður minn og stjúppabba. Og ég er bara allir yngri flokkan í Keflavík, og svo tímabilið 2022, það er mitt seinasta tímabil með Keflavík, og ég fer svo í FH, Fimleikafélag Hafnarfjarðar. Já. Og og ert þá hvað, 2 ár ég er þar tímabilið 2023 og 2024. Já. Og kem svo aftur í Keflavík núna bara í vor, í apríl. Þannig að ég tók rúm 2,5 ár í öðru liði. Upp í efstu deild bara? Já, Keflavík var náttúrulega í efstu deild, sko, þegar ég var og þegar ég fór, og spilaði náttúrulega tímabil. Þannig ég spilaði í fyrsta skipti á ferlinum á móti Keflavík, í efstu deild með FH, spilaðum 2 á móti Keflavík. Og var það ekki skrítið? Maður er oftar spurður að þessu. Mér fannst miklu skrítnar að koma hingað og spila á móti Keflavík. Ég spilaði náttúrulega í Kaplakrika á móti Keflavík, og mér fannst það einhvern veginn ekki. Það skipti einhverjum máli. En að koma hingað sem andstæðingur? Að koma einhvern veginn, þú veist, ég hjólaði til dæmis, bara í leikinn hérna þegar ég var með FH, og mér leið svona eins og ég væri að fara í heimaleik. Já, þannig að þú hefur búið hérna í Keflavík tíma, keyrðir bara á æfingar? Já, ég keyrði bara á æfingar, og tilfinningin við það að hjóla í leikinn og koma hérna, mér leið ótrúlega vel, og þá einhvern veginn svona kveikti ég bara, ég ætla að spila með Keflavík einhvern veginn aftur. Og hvernig kom til að þú komst aftur á þessu tímabili? Þeir voru náttúrulega með góða markmann og einhverja pælingar með að selja hann og eitthvað, eða ekki? Jú. Þeir eru náttúrulega voru með frábæra markmann sem hann var sem sagt þriðjumarkmaður þegar ég var í Keflavík senast. Já, yngri en þú. Já, hann er fædd 2004, hann er 7 árum yngri en ég. Já. En hann var sem sagt svona inn í æfingahóp og einu sinni á bekknum eða eitthvað svoleiðis þegar ég var í Keflavík seinast, og hann var fínn þá, sko, en hann tók náttúrulega alveg stórstigum framförum í fyrra þegar hann fékk sénsinn og spilaði, og var alveg bara liðmeina langt besti markmaður lengjudeildar enn í fyrra. Og hvað maður að segja, þú veist, þetta axlaðist náttúrulega þannig að staða mín var breytt í FH, og þú veist, við getum sagt það hér að veit nú allþjóð að Valur reyndi mikið að kaupa hann Ásgeir, og þá heyrðu Keflvíkingarnir í mér, spurði hvort ég vildi koma. Ég sagði að ég væri nú opinn fyrir því, en svo höfnuðu þeir öllum tilboðum í hann Ásgeir, þannig að það varð ekkert úr því. Já, en svo meiðist hann krossbandið slítur? Já, svo nokkrum vikum seinna slítur hann krossbönd, og þá var ég bara mjög nálægt í að semja við annað lið. Þá var ég eiginlega komið þangað að fara frá FH, og þá var ég bara mjög nálægt í að semja við annað lið. En leið og kallið kom hérna, þá bara ekki... Þá breyttist allir þangagangur í mér, og minni hugsun hvað ég ætlaði að gera í ferilinn, og einhvern veginn fann bara einhvern veginn í hjartanu að þetta var hárrétt skrefið. Og ertu ekki bara búinn að rána þeirra með sákurinn? Jú, alveg bara, hvað maður að segja, aðlögunartímið kannski
tók minni tíma fyrir mig að koma aftur hingað heldur en mikið af sömu strákum og ég náttúrulega spilaði með öllu þjálfarateyminu þegar ég var leikmaður hérna sjálfur. Og Halli og Ómar voru náttúrulega, Halli var aðstoðarþjálfari og Ómar var markmannsþjálfari minn, og sami Rúnar ennþá var markmaður og þú veist, þannig að þetta gekk rosa vel að koma mér inn í hlutina. Því að ég fekk bara einn æfingaleik og svo vorum við bara byrjaðir að spila í bikarnmótdeildinni, Og ykkar markmið náttúrulega, bara ég tók viðtal við Halla fyrir tímabili, bara ekkert flókið, ekkert að fara í umspil, áttu bara að fara beint upp. Þannig að sjálfsögðu hlýtur tímabili til þess að vera nett vonbrigði fyrir ykkur, eða ekki? Já, ég meina, ég segi bara eins og Siggi Ingi, þetta vinur minn, segir að svona, við vorum alveg með þjálfari í körfunni, sko. Ég var að vinna með honum í Mjölubakksskóla, sagði að svona, við vorum alveg með ákveðin Keflavíkur hroka, ætlum okkur beint upp og við erum alveg með lið til þess, þannig að tímabilið núna til þessa, jú, við erum ekki í fyrsta sæti og við erum alveg dálítið frá því. Við erum samt ekki búin að tapa mörgum fótboltaleikjum, okkur gengur bara erfiðlega að vinna þá. Þannig að við erum ekki að fá okkur neitt rosa mikið af mörgum og við skorum slatt í byrjunum og okkur vantar svona dálítið að finna netmörskun aftur. Þannig að ég vil meina að það allt til alls til þess að við förum að vinna leiki. Já, það þarf ekkert mikið til við erum ekkert í ruglinu, við erum bara tengja saman 2 sigurleiki, þá erum við aftur upp í toppbaráttunni, sko, þannig að... Og meina á móti ekki einu svona hálnað og þið eru einu leik færra meira það, þannig að... En þú veist, ég vil samt ekki að við förum að detti á hólu eitthvað að fara að hugsa bara, þá tökum við þetta bara í play-offinu. Nei, við ætlum ennþá að stefna á fyrsta. Við vorum að spila þetta móti toppliðin í gær náttúrulega, 0-0 í jafntefli, þannig að meðan við varum ofan á eiginlega allan leikinn, svona meiri hlutan á leiknum, þannig að við erum á okkar degi langbesta leið deildarinnar, en við þurfum að fara að tengja saman sigra. Þið viljið vera með hennar Keflavíkur hroka, hann alveg perfektur, eða ekki? Já, ég meina, þú veist, það bara gaman að því. Ég hef oft rifist við fólk eins og sem að segja ákveðin félög, bara ég nefni kannski Fram og eða þú veist, Stjarnan kannski betra dæmi, sé stærra félag en Keflavík, en náttúrulega spilum við Stjörnuna í bikarnum og töpum 4-2. Stjarnan með frábært lið og Stjarnan betra lið en við í dag, en hvor klúbburinn stærri. Keflavík að mér finnst stærri klúbbur. Við höfum fleiri Íslandsmeistaratitla, við höfum fleiri bikarmeistaratitla, við erum með fleiri stig í efstu deild. Þannig að já, það bara kram að Keflavík á að vera með lið í efstu deild. Það bara einfalt hjá okkur. Það alveg mikið rými til bætinga. Ekki bara fótboltalega sé, heldur líka, hvað maður segja, hvernig, ég ætla nú ekki að taka neitt af þeim sem stjórna hérna, þeir eru alveg bara geggjaðir og geggjað fólk sem að berjast í þessu, en þú veist, mér finnst þið þurfa að vera með meira kassan út og þú veist, bara já. Eins og þessi gamlu skarfar, bara Gunni Odds til dæmis og Kitty Guðbrands, þú veist, þeir horfa allir á Keflavík sem bara félag sem hér. Þú veist, þetta stærsta félagi þeirra augum og við þurfum líka að hafa það dálítið attitút meira, svona eins og Siggi Ingi vinur minn segir, bara smá Keflavíkur hroka, en það þarf líka að standa undir honum. Góður punktur. En segjum við kannski rétt í lokin þá, ekki svolítið skrítið að vera að fara í derbyleik sem á að vera El Clasico í körfunni og alltaf tala um það. Það kannski svolítið skrítið að tala um, en auðvitað notum við þetta sama orð bara. Já, sjálfsögðu. Hvernig leggst í þig að fara að mæta granna liðinu? Já, við erum náttúrulega, ég kannski var svo heppinn að þegar ég að koma upp þá, heppinn, þú veist, Njarðvík var náttúrulega langt eftir Keflavík alltaf í fótbolta lengi vel og svo þegar ég búinn að spila alltaf 2019 og lendum við með þeim í deild og erum að mæta þeim í bikar líka það árið, þannig við svona síðan þá höfum við verið að mæta þeim. Þú veist, bæði í bikar, við náttúrulega töpuðum mjög sannfærandi að móta þeim 2002 í bikarnum þegar við vorum með frábært lið, þá voru þeir í annarri deild og við vorum hérna bara 7. sæti í deildinni þá og vorum að vinna hérna FH og Val í vikuna áður. Mættu kannski með of mikinn Já, þú veist, þeir bara pökkuðu okkur saman og við drullum töpum 4-1 í bikarnum og svo mætti ég reyndar í bikarnum árið eftir með FH og vann á þá. En já, þú veist, þannig að maður hefur spilað dálítið slatt af þessum leikjum á mínum meistaraflokksferli þó kannski að, þú veist, bara dæmi Halli, Ómar, Bói, þjálfarateymi, þeir voru ekkert mikið að spila á móti Njarðvík þar sem að, þú veist, Keflavík var bara alltaf í efstu deild og Njarðvík kannski
flakka milli annar og fyrstu. Og ekki bara mjög jákvætt fyrir bara bæjarfélagið og alltaf, hvað þeir eru? Jú, það náttúrulega frábært. Njarðvík náttúrulega með hörku helvist lið og ég vil meina að sérfræðingar séu nú að sofa á þeim. Þeir eru með frábæra þjálfara og frábært lið og frábæra stjórn í kringum félagið sem að gera góða hluti. En ef ég spyrði þessu út í leiki, nú þetta bara, þið eru búin 8 leiki, þeir eru með 9. Já. En þetta ekki bara dálítið mikilvægt fyrir ykkur að fara að steypla ykkur ánum inn og bara, þetta ekki bara dálítið must win leikur fyrir ykkur? Það er ekki að segja þessi úrslitaleikur, en þetta er mikilvæg leikur fyrir okkur heldur en þá. Þeir eru í fínustu málum upp í 2. eða 3. sætinu. Já, og ykkur vantar kannski þetta til þess að komast í gang svona. Okkur vantar dálítið sigur, þannig að þetta er náttúrulega mikilvæg leikur í bæði lið. Njarðvík er náttúrulega eltast við þetta 1. sæti eins og við og þeir vil ekki missa ÍR og langt frá sér og við viljum heldur ekki missa þessi lið og langt frá okkur, þannig að þetta er mikilvæg leikur en samt sem áður eins og maður segir þá þetta væri skemmtilegt að spila svona El Clasico-leik eða svona nágrannaslag og maður vonast eftir fullt af fólki á vellinum og kannski að lognið flýti sér ekki móf en þú veist, þá megum við samt ekki horfa á þannig bara sérstaklega eins og upp á unga leikmenn í liðinu, þetta er náttúrulega bara fótboltaleikur og sama hvort það tapast eða vinst, þá er það næsti deildarleikur eftir það og það er hellingur eftir á mótinu og bara sem eins og ég hef verið að ræða dálítið við þessa stráka sem eru í þessu liði, þú veist, sem eru að hafa áhyggjur af þú veist, þá var ég áhorfandi hérna í fyrra og það var allt í tómu tjóni hérna í fyrra umferðinni og svo small þetta á einhverjum tímapunkti en við erum í betri málum en við vorum í fyrra, þannig að og þú vilt auðvitað bara sjá, menna nú voru þessi lið að mætast fyrir viku hjá konunum, sameiginlegu Grindavíkur Njarðvíkur og það var bara mjög góð mæting, menna vilt ekki bara sjá stúkunum bara sneisa fulla og bara Jói Drömmar og ykkar það var náttúrulega og Valdimar, var ekki Valdimar hérna jú, hérna á básunni jú, það var náttúrulega langt skemmtilegast ef það væri alveg mæting og eitthvað læti þannig að ég á nú enga von á öðru, það er náttúrulega svo mikil skemmtilega við erum völlin í Njarðvík að stúkan er dálítið nálægt þannig að það á að vera hægt að bauna á okkur inn á vellinum almennilega úr sitt hvoru liðinu og bara vonandi með bara betra liði vinna í þeim leik og við þurfum meðlega samt þessi Þið langar í þennan sigur? Okkur langar virkilega í þennan sigur og við þurfum hann en þú veist eins og ég var að segja við áðan þá megum við samt ekki þú veist mótið er ekki búið ef þessi leikur vinst ekki en þú veist það er alveg gott að horfa á þetta sem úrslitaleik. Herðu og svo bara brattur fyrir restina af sumrinu eða ekki? Bara ógeðslega brattur og þetta lítur vel út, við erum með hörku mannskap, við erum með hörku þjálfarateymi, við erum með bara frábæran völl eins og það sér hérna, hann er búinn að keyra oft hérna fram, gata völlinn, ég veit ekki á hverju það er, eitthvað skemmtilegt. Við erum að spila bæði lið, Keflavíkur Njarðvík að spila alveg grasi, þannig að eins og fótbolta að spila, en ég er bara mjög bjartsýnn fyrir sumrinu og náttúrulega mig langar líka að hrósa stuðningsmönnum Keflavíkur fyrir að nenna að mæta á leiki. Þú veist, það er búið að vera ágætis mæting og má alveg vera betri en við vorum alveg með hérna 500 manns á seinasta leik. Fylla hvað heitir hérna? Njarðtax, Rafholts, Jóbjó, þeir eru duglegir að fá nýja sponsora maður eitthvað að fara að spæla en hvetjum alla Reykjanesbæinga. Já, hvetja bara alla í Reykjanesbæ, hvort sem þið haldið með Keflavík eða Njarðvík eða eitthvað öðru lið bara til að kíkja á völlinn og bara Grindvíkingar sem búa hérna líka til að kíkja á völlinn. Þetta verður hörkuleikur. Takk hérlega fyrir. Takk sem leiðis.